Innst í Fljótsdal óbyggðasetrið, ótrúlega merkilegt safn sem Steingrímur Karlsson, sem oftast kallað Denni, rekur ásamt konu sinni Örnu Björgu. Óbyggðasetrið svona, við lítum okkur sem svona, viljum vera svona miðstöð sem með fjölbreytta starfsemi. Við erum með safn sem fjallar sögu óbyggðanna sem við settum upp svona lifandi hátt með alls konar leikmyndum og hljóðum og reyna að spila svolítið á skynfæri hjá fólki og erum með gistingu sem svona gisting á safni þema, þannig að við viljum hafa upplifun og svona heildarupplifun, þannig að hvort sem þú ferð á veitingastæðin okkar þar sem við eldum fyrir framan gesti eða sefur í herbergjunum eða þú sleppur í einu sem þú farið á klósetti, það meira að segja eitthvað sem tengist upplifun og sýningu. Og já, og svo erum við náttúrulega með hestaferðir, gönguferðir, fjallahjólaferðir og alls konar viðburði. Og staðsetningin okkar náttúrulega, við erum hérna innsta byggða bólinn í Afdal, þannig að bakgarðurinn okkar eru stærstu óbyggðir í Norður-Evrópu og náttúrulega ótrúlega fallegt og veðursælt svæði. Já, það fallegt í Fljótsdal. En óbyggðasetrið í fullum rekstri allt árið kring eða rétt yfir sumarið? Við erum að reka þetta allt árið, ekki jafn mikið opið veturinn samt sem áður af því að það svo veðursælt hérna og snjólegt, þá getum við haft opið verið með hestalöguna opið allt árið og hægt að komast á hvernig bíl sem hérna allt árið og erum líka að vinna svolítið í því að lengja tímabilið. Við viljum ekkert vera staður sem bara örtröð alla daga, heldur viljum við að þetta sé svona jafnt og þétt og fólk fái þá svona þægilegri og meiri ekta upplifun. Og Denna mikið mun að upplifun sé alla staði sem best fyrir gesti, en hann ekki einn á bak við hugmyndina að óbyggðasetrinu. Þetta hugmynd sem fæddist hjá mér og konunni minni, Örnu Björgu, og hún sagnfræðingur og menningarmiðlari og ég kvikmyndagerðarmaður og hérna ættar úr dalnum og þannig að það svo sem passaði ágætlega saman af því að við erum að reyna að setja þetta líka upp svona sjónrænt sem kvikmyndagerðarmaður finnst mér eiginlega bara vera gera sömu vinnuna. Starfsfólkið eiginlega bara eins og leikararnir sem elda fyrir framan gesti og í öllum ferðunum okkar erum við að miðla. Fólk fer í 3 tíma reitur, þá fær það samt að kynnast ýmsu og starfsfólkið okkar, svona 10 manns, það þarf alltaf að þekkja svæðið og náttúruna geta sagt sögur og miðlað á lifandi hátt. Þannig svona eins og þú segir svona heildarupplifun? Já, það svona takmarkið og það virðist vera að skila sér svona í kommentunum frá gestunum. Og við fengum Denna til að rölta með okkur í sýningarrýmið. Þetta móttökurrými sýningarinnar, ekki? Þetta gólfvekur athygli mína. Geturðu sagt mér aðeins frá því? Já, þetta hérna fengum við algjöran snilling leikmyndamálarakönningi minn til þess að mála eitt af gömlu herráðskortunum. Og danski herinn sem mældi upp fyrstu alvöru kortin á Íslandi og máluðum svæði hérna og það mjög gaman þetta bæði svona skreitir og svo hefur þetta líka bara hérna ofta útskýra fyrir fólki hvað það getur gert á hálendinu. Og það margar perlur á kortinu sem næsta nágrenni við óbyggðasetrið, svo sem Eyjabakkar, Snæfell, auk ótrúlegs fjölda fossa sem auðvelt að skoða. Og ég rak augun í græjur sem vöktu athygli mína. Þetta búið að vera mikið dund í 1,5 ár. Þetta bara teknaði þetta fyrst upp í tölvu og svo fekk ég mjög gott fólk með mér til að lofa á að græja og skera út og okkur fannst ekki passa að vera með einhverja tölvur sem við hengdum fram á fólk. Þannig að þetta svona svolítið dulbúið í svona viðar kassa og tók upp fjölda radda til þess að það sé fjölbreytt og það hljóðeffektar og tónlist með og svona þannig að í hverju atriði í sýningunni þá þetta svona upplifun líka með gegnum hljóðið og ólíka raddir og þetta leiðir mann áfram í rauninni gegnum sýninguna? Já, svona áttaviti hérna, þetta svona maður hafa fyrir að finna svona gammaldags takka einn í Þýskalandi, annan í Bretlandi og áttavita frá Kína og þetta er búið að vera mikið möndl og mjög skemmtilegt verkefni og gaman hvaða gestir ánægði með þetta. Já, það vantar ekki hugvitið á þessum bænum og sýningin alla staði útpæld og skemmtilega uppsett. Leynast víða í jöklum landsins og hafa kostað margan mannin lífið. Áður fyrr var gæsum smalað í sárum í hlaðnar réttir til slátrunar. Sumar stóra vörður kölluðust beinakellingar. Hér erum við komnir á efri hérna og þetta hvað séru? Hérna endursmíðum við svona baðstofu í stækkaðri mynd og erum hérna, fólk hefur nú stækkað og ekki hægt að bjóða gestum upp á baðstofustærðina eins og hún var, þannig að við reynum að hafa þetta eins ekta og hægt felum rafmagnið hérna í gömlu olíuluktunum og ég handdúkkaði hvern einasta nagla hérna til þess að gera það rétt í forminu og gluggarnir allir handsmíðaði með gamla kítinu og svo vilja ferðamenn alltaf hafa myndavélar og síma til að hlaða náttúrulega, þannig að þá þurfum við að fela það hér. Kannast við það.
Og þetta tekur hversu marga gesti? Þetta svolítið óhefbundin uppsetning hérna með þessum borðum núna því að við vorum með hóp hérna frá lúxusferðaskrifstofu í 5,5 tíma matarupplifunarferð. Þannig að þau fengu ákveðna rétt í baðstofunni og upp í Reykjavík fengu bita hangikjöti og niður í Gamla bæ annað og búrinu og svona. Þannig að þetta var svona sambland af sögu og matarupplifun sem gekk mjög vel. Því við hönnuðum þetta rauninni þannig að rúmin, þetta rúm hér er tvöfalt og þetta einfalt. Þú getur rauninni öll smelst út og inn og skellum það upp eins og gamaldags borðum ef það eru einhverja veislur eða handverksnámskeið viðburðir. Þannig að það gefur þessu rými mikla möguleika. KK var hérna með rúmlega 100 manna tónleika einu sinni. Svo með lokrekkjur hérna í endanum og erum bara með góða dýnur og sængur aðstæðar en svona hafa upplifunina svona eins rétt á hægt með hvernig gamli tími var. En hvers slags hópur er það sem sækir í að gista hana? Já, við erum með 5 típur af gistingu. Hérna er þetta svona í almenningnum eins og baðstofuna voru og svo erum við hreppstjórasvítu og herbyggi, 8 tveggja manna herbyggi og lokrekkjurnar. En þetta er náttúrulega bara ákveðið markhópur sem að kann að meta þetta. Hérna höfum við fengið Hollywood-leikonu og ríka New York-lögfræðinga með fjölskyldur sínar og bara fólk sem er bara heimurinn stór og mikið til að fólki og það er alltaf ákveðin hluti sem að vill upplifun og sækir í eitthvað öðruvísi og til dæmis þessi hérna frá Hollywood, hún ætlaði að keyra hringinn á 5 dögum en hætti við það og gisti hérna einhverja 4 nætur, skilaði bara bílum og flög söður. Þannig að það eru meðmæli. Já, hún kunni að meta einmitt bara, hún var bara, og ég hefði áhyggjur af henni, hún var ekkert í miklu activity en hún var bara að njóta þess að bara vera til og bara að leika við hundana og lesa bók Og þeir gestir sem við hittum á þessum sólríka miðvikudagsmorgni voru ánægðir með heimsókn sína á óbyggðasetrið. Við ræddum aðeins við þau Önnu og Friðrik en þau voru að flýja sólaleysið á suðvesturhorninu. Þau sögðu það ótrúlegt hversu mikil dugnaður var í fólki fyrir á tímum en það var þó eitt sérstakt sem vakti athygli þeirra. Já, það má segja að það er rússæfinn þarna niður frá því að þetta var nú fyrsta ökutæki sem við hjónin fórum á í sínum tíma. Það er mjög gaman að sjá þetta. Við höfum eftir að skoða hann. Já, það er misjafnt hvað vekur athygli fólks en mæla þau með heimsókn á óbyggðasetrið. Já, mér finnst þetta alveg snilld. Algjörlega. Hvað stendur til hérna? Hérna erum við sérst að fara í hestaferð og við bjóðum på hestaferð og þetta er rúmlega svona 2,5 tími. Og þá erum við bara að fara í hestaferð og svo stoppum við svona við yfirgefi bóndabíli og síðan förum við í kláf yfir ána og já. Ég tók eftir því að þú varst aðeins að kenna þeim hvernig á að sitja hest. Já. Það er svolítið ekkert skilur að kunna að ríða þegar maður kemur hingað. Nei, alls ekki. Það geta bara allir komið á öllum aldri og bara byrjendur, algjöru byrjendur og meira vanir og svo bara leiðbeinum við þeim og aðstöðum það þarf. Okay. Og ertu að fara í marga túra á dag? Já, það er alltaf hestaferðir eiginlega hvern einasta dag og mjög ofta eru að fara 2 ferðir á dag. Og þú ert að starfa hérna í óbyggðasetrinu sumar? Já. Fyrsta sumarið eða hvað? Jú, fyrsta sumarið. Hvernig finnst þér að vera svona inn í dal allt sumarið? Það er bara mjög fínt. Náttúrulega keyri hingað og þannig ég enna bara yfir daginn og þetta er mjög svona friðsælt, gott veður, kemur fullt af fólki, þannig að já. Þetta er góður staður til að vera á? Já, mjög góður staður. Hvað er á döfinni hjá þeim Denna og Örnu? Það stendur greinilega eitthvað til. Hér vorum við erum að byrja framkvæmdir á svona heitum laugum, svona gömlu stíl og baðhúsið þar sem verður gufubað og svona hvíldarsvæði og sturtur og klætt með reka við, þannig að þetta verður allt svona í gamla stílnum og sturturnar sem að hellist úr eins og gömlum garðkönnum og hausinn á fólki í sturtunum og svona alls konar upplifun sett inn í þetta líka bara til þess að það sé allt í sama þemanu. Og þetta ætlum við vonumst til að hjálpi líka vetrarferðaþjónustunni að sé svona komið meira auka og gott fyrir gestina sem eru komið gönguferðum að geta skellt sér í heita laug. Þú ert hvergi nærri hættur að byggja upp? Nei, við erum með ýmsar hugmyndir áfram. Það er svona stundum aðeins að reyna að bremsa af en stjörnuskoðunarstöðin, við erum að klára seinni áfanga henni núna líka og það er bara tækifærin eru svo mikil hérna fyrir austan. Þetta er við höfum alltaf svæði sem bara á svo mikið inni og hægt að gera svo margt hérna á svæðinu þannig að mann kýtlar í puttana alveg að halda áfram.